velkomin að Rauðaborðinu. Nú komin helgi og þá höfum við að þannig við Rauðaborðið að við spjöllum við ykkur neitt, kallum við helgispjall. Og hingað komin Bubbi Mortens. Þetta velkomin. Já, takk fyrir að hafa mig. Það svona pínulítið tilefnið þessu, því að ég rak augun í það að það eru 3 ár síðan að 9 líf voru frumsett í Borgarleikhúsinu. Þetta ólíkindum. Mér finnst það ótrúlega langur tími. Það náttúrulega eitthvað göt í þessu út af COVID. Já. Það voru alveg við byrjuðum að sýna föstudag, laugardag, sunnudag, síðan var bara lockout í 3-4 mánuði, eitthvað svo leiðis. Síðan kom ekkur göt þar sem var hægt að sýna. En þetta orðið eitthvað ógn margar sýningar. Hvað er það margar sýningar, veistu það? 165 í kvöld og 90.000 manns búinn að sjá þetta og við erum að sýna út þetta ár. Það er ekkert lát á, sko. Þetta eru fleiri heldur en skrifuð undir undirskriftarsöfnum Kára Stefánssonar að bæta heilbrigðiskerfið. Já, hugsa sér. Og svo þetta eitthvað skonar terapía, sko. Ég vil meina nýju líf sé, já, og bara... Þá sem að mæta? Já, ég hef fengið fleiri pósta en ég hef tölu á þar sem að bæði konur og kallmenn opna sig kynferðislega misnotkun, segja mér sína sögu, segja mér ofbeldissögur, segja mér að þetta hafi breytt í lífi þeirra. Ég fekk póst í morgun sem ég með í símanum frá ónefndu manni sem að segir að hann hafi sagt konunni sinni í fyrsta skipti frá því að hann hafi verið misnotaður og að þakka mér fyrir að opna mitt ofbeldi og allt það. En svo bara virðist þetta einhvern veginn, það er svo mikið af fólki sem að tengja áföllin sín við þetta fyrir utan bara hvað þetta er gaman og skemmtilegt og allt það. En þetta er eitthvað skonar terapía líka. Fyrir mig, já, ég var veikur þegar ég sá þetta. Ég sagði við Hrafnhildi, hvað er ég búinn að koma mér út í? Vegna þess að þegar á Óli Egils kemur til mín og ég byrjar að skrifa og hann segir, hvað viltu ekki komið fram? Þá þetta kom bara hér koma Bubbi, sko. Ég hugsaði, hvaða hlið á andlitinu er best í ljósmyndun, á ég sína þessa hliða, hina hliðin og allt þetta. Ég sagði bara við hann... Bubbi segja nei, bara ekki neitt, vil hann ekki svara þessu karlmannlega? Já, ég sagði bara við hann, ekki spyrja mig aftur og gerðu bara allt sem þið dettur í hug og svo skulum við bara sjá þegar ég mæti, sé þetta, svo sá ég þetta. Og þið fannst það vont? Já, ég fór í rúmið. Ég lagðist í rúmið, ég svaf ekki nóttina eftir frumsýningu og ég fór í gegnum skömm og bara hvað var ég að gera og út af hverju var ég aðeins og svo framvegis og svo jafnaði þetta sig, svo kom COVID-ið og þá liðu einhverjir mánuðir og þá þurftum við að byrja aftur og þá var ég aftur veikur. En ég er búinn að vera sem sagt og horfa á af þessum 165 sýningum er ég búinn að sjá kannski 161 heila. Og ég er alltaf að sjá betur og betur. Situr yfir sýningunni og horfur á hana? Já, ég mæti og tek hljóðpröfu, svo er ég með leikorum. Ég er búinn að sjá það, þegar ég er á staðnum, þá er allir á tánum. Og það er bara, hefur áhrif. En að sama skapi, þá hefur þetta verið svona terapía fyrir mig og ég er alltaf að sjá betur og betur alls konar vinkla í mínu lífi sem að Það er viðtökur saga í þessu, það er viðtökur þínar á verkinu. Það er þetta að fara í gegnum þessu 161 og það er ekki sama verkið. Það er viðtakan er öðruvísi. Já, algjörlega. Og líka hvað mér þykir vænt alla þessa bersku karaktera og þessar útgáfur af Bubba, hvað mér þykir vænt og hvað ég skil hann alltaf betur og betur. Hvaðan ég kem
og áföllin sem að ég fór í gegnum, ég auðvitað alin upp við mikinn alkoholisma, ég alin upp við mikla fátækt, ég alin upp við mikið ofbeldi og þetta mótar mann og þetta fer inn í DNA-ið og það þarf gríðarlegan sársauka til þess að einn daginn segir, heyru, nei, ég verð að laga þetta, ég get ekki lifað svona. Þú getur ekki lagað þetta, þú getur bara að lifa með þessu, ekki? Getur lagað þetta. Getur lagað þetta? Já, þú getur lagað þetta. Til þess þarft að fara... Getur orðið heill? Ég orðin, já. Ég get sagt það, sko, í dag ég nánast heill og í dag hef ég komist að því hver kjarnin minn en ég ekkit viss sko, ég get sagt að ég hef bara þetta líf og ég hef þennan haus, þá segi ég bara þetta bara frábært, en ef ég stíg út úr, þá myndi ég segja, vá hvað ég hefði gefið mikið fyrir að þurfa ekki að gera þetta, sko. Því að en þá verður náttúrulega ykkur allt annar, þannig að þú eiginlega getur ekki hugsað það. Nei, því það er svo eiginlega óskaðist að vera ykkur bara allt önnur manneskja. Og hvaðan hef ég, sko, hvaðan kemur þetta baráttu þrek, þessi vilji að gefast ekki upp, standa alltaf upp, þessi ógna sköpunarkraftur sem býr í mér og stoppar ekki og bara flæðandi á hverjum einasta degi, það, ég var lengi sko að spekulera hvort þetta væri eitthvað svona flóttaleið, sem sagt þessi sköpunarkraftur, hvort að hann væri bara óstöðvandi til þess að ég þyrfti ekki að stoppa og hugsa eitt augnablik, heyrðu, hver ertu bubbi minn? Skilurðu mig? Alls konar svona pælingar. Eða bætu upp eitthvað sem stundum eru þeir góður í að skrifa sem að bætu upp eitthvað sem hefðu vilja geta sagt, það getur verið svona, þú getur ekki tjáðið með öðrum hætti nema að mála og Já, það er það, sko, og það flóttaleið, sko, ég man bara eftir því sem lítill strákur í Vogunum þegar að mamma var að syngja Marlene Dietrich og ég fór að spyrja hvaða lag þetta og hún fór að segja mig frá Marlene Dietrich og svo heyrði ég Marlene Dietrich og ég hugsaði þetta er flottasta söngkona allra tíma og mér fannst Marlene Dietrich vera lík mömmu, svo heyrði ég Eddie Piaf og svo kom sprengjan, sko, Bítlarnir þegar ég heyrði í fyrsta skipti frumraun Bítlana að þá varð ekkur algjör breyting innra með mér og sem að hefur aldrei í rauninni, henni hefur aldrei lokið þessari sprengju, sko og þarna í tónlistinni fann ég athvarf og bókum fann ég þetta athvarf að ég þurfti ekki að kvíða að ég gæti allavega að fara í burtu fyrir kunni, ég man bara eftir í, sko, kemur pabbi fullur, kemur hann í leigubíl eða kemur hann bara labbandi, verða læti, verða ekki læti, hvernig mun mamma bregðast við, mun mamma verða brjáluð, mun mamma loka á, hvernig verður andrúmsloftið, hvernig tæklu við þetta í þessari litlu íbúð, allir bræðurnir, þetta voru alls konar svona pælingar og síðan, sko, inn í þetta bætist við, sko, hið félagslega, skólinn, krakkarnir í hverfinu og við vorum auðvitað í bæjablokk, þannig að maður tengdi sig alltaf við, sko, við fátæku krakkarnir vorum alltaf bara, við eiginlega vissum ekkit að það væri þarna Snob Hill fyrir ofan okkur, sko, sem að ríku krakkarnir voru. Þetta er ágætlega blanda hverfi, Vogarnir. Já, það eru bæjablokkir, eins og segir, já. Svo eru svona iðnaðarmannablokkir, sko, og svo er millistétt í húsum sem kannski 3-4 íbúður í húsi. Þetta var mjög blandað. En það var samt minna bil. Í dag er miklu stærra bil. Miklu stærra bil. Við erum að glíma við fátækt í dag sem var bara eins og á 4. áratugnum. Ég býst við að þú hafi verið að vinna á sumrin og á vertíðum bara með börnum auðurs fólks. Já. Ég held að það gerist ekki í dag. Nei. Nei. Þau eru öll erlendis í dýrustu skólunum og eða reka fyrirtæki erlendis.
Þetta, ég held að þetta sé miklu aðgreindara núna eða var. Miklu. Já, algjörlega. En varðandi sýninguna, að það eru margir sem leika þig, það eru margir, og þú sagðir eitthvað, þetta svona, ég er annar. Eru margir bubbar? Já. Ertu með, og eru þeir allir inn í þeir, ertu með þennan bubba sem að hlustaði eftir því hvernig leigubílinn stoppaði og hvernig pabbi steig út úr bílnum? Nei, nú er ég er búinn að kveðja hann. Þú er búinn að kveðja hann? En þú varst með hana? Ég var með, ég held að allir þessi bubbar sem að Óli setur fram í þessu verki, sko, ég kannast við þá alla, mismunandi mikið, en ég kannast við þá alla og litli bubbinn sem er á sviði alla sýninguna og er í rauninni áfallið, stóra áfallið, að ég gat hvatt hann á seinasta ári, 66 ára gamall. Það var ekki fyrr en ég hitti mannin sem misnotaði mig og ég fekk hann til að mæta, sem var dásamlegt. Ég hafði samband við hann og sagði ertu til í að hitta mig hjá áfalla- og fíknifræðinginu sem ég er hjá og við bara reynum að gera þetta upp vegna þess að ég sagði ég nenni ekki að lifa lífinu lengur öðruvísi en að ég hafi allavega þó reynt þetta og við komum til mætti reynduðu þetta eitthvað, skilurðu, eðlilega, við erum manneskjur en leikar fóru þannig að hann hefði kendi allt og bað á sinn máta einlaglega afsökunar og ég tók í höndina og bara þakka honum fyrir að koma og þakkaði fyrir hann skildi sína þennan djörfung og kjark vegna þess að sko, það er ekki nema 1% gerenda sem viðurkenna verknað þannig að hann var eitt af þessu 1% og svo þegar að þessum tíma lauk fyrirgastunum eða já, ég gerði það og það er eina leiðin, það er eina leiðin til að verða heill. Þú losnir við þína byrði eða þú losir hann einhver leiti eða gerir það sem þú getur kyrðast að hann losnir við sína. Já, og ég man bara þegar þetta var yfirstaðið og ég sagði bara þetta gamla hippa, við fíknifræðingi bara, en ég man bara þegar ég fór út í bíl og satt í bílnum og fór að gráta og hugsaði tilbaka, hugsaði allan skaðan sem ég hafi orðið fyrir og það sem ég hafi mist úr lífinu sem að kannski skipti svo mikið og miklu máli, nándina, sambönd mín við konur og sem voru ónýtt, voru bara brunarúst. En að sama skapi hvað þetta var óstjórnanlega stórkostleg tilfinning og þetta var í orðsins merkingu, sko, það birti til og ég man bara, ég kom heim og sagði bara Hrafnhildi, þetta er svo geggjað að þetta skildi hafa gerst vegna þess að ég í rauninni átti ekkit endilega að vona að þetta myndi gerast. En þá kemur upp þessi dásamli one-linera sem Amerikaninni sérfræðingur þeir eru alltaf með einhverja svona one-linera, einhverja svona frasa og eitt frasin þeirra sem að mér fannst alltaf mjög dúbíus var there is never too late to have a happy childhood. En hann rættist þarna 66 ára gamall, þá fékk ég æskuna tilbaka. Og þetta breytti lífi mínu og ég gæti dáið í dag eða morgun og ég myndi deyja sko alveg með frið í hjartanu en Jesús minn hvað þetta hefur verið erfitt að burðast með þetta sko. En litli drengurinn sem var innra með þér að þetta er eins og þú setur svona sleppir honum. Já. Þetta er eins og draugur sem að getur ekki losnað úr einhver vondum aðskæðum svo fær hann bara að stíga upp til himna. Já, dvergvaxin glámur. Og það er galdurinn í sýningunni, vil ég nú ekki spoila sko, en það er... Fyrir þessa örfá sem ég eftir að sjá. Já, það er tvistur í sýningunni í lokin sem að tengjast þessari
eða þessum gjörning. Þannig og þegar að maður horfir á sýninguna og ég sé alla þessa Bubba, ég sé litla Bubba með mömmu sinni og bræður ánum og við bræður, ég og Tolli, við erum að fara á verti. Tolli fenginn til að taka mig, ég var alveg inn í fangelsi og mamma hafði eitthvað sambönd og það var samþykkt að ég færi úr borginni í einhvern tíma að þá myndi nú vera hægt að horfa framhjá einhverju og Tolli greið endalaust þurfti hann að taka ábyrgð á mér og það var nú svolítið þessum árum að það var eins og væri eitthvað svona barnaverndar yfirvöld sem væri eiginlega bara að reyna að ná börnum fátæka sérstaklega drengjum fátæku fjölskyldnanna bara einhvern veginn inn í eitthvað kerfi. Já, ég meina við vorum með svoleiðis Breiðuvík, við vorum með úlingaheimilið og allt þetta og allir vinir mínir voru annarkvort að koma. Þegar ég úlingur, þá er Lalli Jones og ég erum saman í klíku og Stebbi, Almas og Dotti og allir þessi strákar og þeir voru annarkvort að koma frá Breiðuvík og fara á úlingaheimili eða koma á úlingaheimilinu og fara á Litlahraun og allt voru þetta strákar sem voru aldrei fyrir mikinn alkoholisma og fátækt og þetta voru bara þetta geymslustaðir og boðorð dagsins var harka og einhvers konar ofbeldi. Þú læknar ekki ofbeldi með ofbeldi, það er ekki fræðilegu möguleiki. En Tolli tók þig til þess að bjarga þér frá... Já, Tolli tók mig og að miklum kærleika. Svo endar ekki í The Belly of the Beast, það verður ekki inn í Breiðuvík, það er kerfi. Og Ég held hann hafi ekkert verið rosa glaður með þetta hlutskipta burðast með mig. Hann var oft talað þetta, sagði bara, þú veist, en hann eitthvað neginn, hann hafði það í sér, allavegna og mamma sem merkileg kona, hún auðvitað kemur af yfirstétt, stóru yfirstétt, bara efsta laginu en feministi og harður vinstri sinni og með mikla réttlætiskennd og ól okkur upp, ekki gerði pabbi það, en hún náði að draga upp eitthvað þröskuld sem við fórum aldrei yfir og henni var mjög annt að við sýndum minnimáttar samkennd og ég man til dæmis einu sinni það var rosalegt, þá hafði ég komið heim með stúlku, ég 16 ára eitthvað svoleiðis og í víni og ekkert skemmtilegur og allt einu bara stendur mamma inn í herbyggi og segir stúlkuna, heyrðu, þú átt ekki að vera með syni mínum. Tekur hana fram og gefur henni kaffi og ræðir eitthvað við hana og hringir á leigubíl, kemur sem bara inn í herbyggi og horfir á mig og segir meðan þú býr þá kemur þú ekki fram að hringa með stúlkur inn á þetta heimili og ég kann ekki við hvernig þú talar og hvernig þú haga þér og þetta var bara afgreitt og ég man að ég bara vaknaði daginn eftir með svo mikið móral og ég lætist með veggjum en þetta stóð. Áttu við að nú hafi ekki viljað neitt stúlku svo illt að setja upp með þig? Nei, það var bara svo leiðis og hún bara sagði það. Hún sagði þú ert ekki hæfur og svo áttum þetta til við höfum nú talað þetta ég Tolli ég hef sagt þetta áður hún sagði við vorum að fara á böll og eitthvað svona og sagði og þá var í skólanum það voru dömufrí það var mjög skringilegur þetta hefð sem kemur ykkur staðar frá en þá voru sem sagt stelpur upp í vegg, strákar upp í vegg og svo áttur að velja stelpur til að dansa við og auðvitað vildu allir reyna að ná í komast á sætustu stelpunum mamma innprentaði okkur þetta þið sitt í kjurrir þangað til að þau sjáið hver eftir og þá bjóðið hennu og við gerum þetta og við bara mamma ekki og bara jú bara algjörlega og henni var auðvitað mislæg það er bara ein sómasamleg staða það er við hliðin á þeim sem að standa verst og hún þetta og þegar ég hugsa til baka hún hefði þetta geta bara sagt það eru strákar ég get ekki búið með pappi við skulum flytja til Danmörkur
og bara vera hjá fólkinu mínu. Hún gerði það ekki, svo hef ég séð brefin sem að fólki hennar að skrifa. Skelfingu lostið yfir stöðinu sem hún í, bara hvað ert að gera? En hún bara haggaðist ekki. Þetta hefur náttúrulega ekki verið hennar æsku draumur að sitja uppi með handónýtan kall, drykkjumann og 4 bræður, ekki einu sinni dóttur, sko. Nei, hún dó. Já, hún dó. Já, hún dó og lóta læknamistökum og drukkinn læknir sem að sprauta hana með K-efnum og hún lifði ekki af. Það var frumburðurinn og hérna, hún talaði aldrei um það. Aldrei. Og sem að þegar ég hugsa tilbaka, sko, það hlýtur að vera mikill harmur. Og Kornung, hún bara 19 ára eitthvað svoleiðis þegar þetta gerist og nei, en og svo stuttu setni hún bara komið með 4 syni og Karl sem er eiginlega bara til einskisgags. Já, þannig séð, algjörlega, sko, og ég var á Lálandi, á búgarðinum, á herrasetrinu, sveitasetrinu, Vinnibíko, og þá kemur pósturinn með bref og Lísa kallar á mig og segir, það er bref frá mömmuðinni og þetta er sem sagt í vikunni þegar þeir fóru á tunglið, í júlí, og 69 og ég man að ég opna brefið og þetta var ekki mjög langt bref, það var sagt, hvað finnst þú að ég skilji við pappa henn? Og ég man að ég fór og baði Lísu hérna, pappír og bref og skrifaði bjagað frábær hugmynd og sendi það tilbaka og hún skildi og það var í rauninni að einhverju leyti hennar gæfa, sko, og pabbi var auðvitað, sko, pabbi átti marga fína hluti til, en hann var ekki, hann hafði ekki getuna að vera fjölskyldufaðir, en hann hvorki eiginmaður né faðir. Nei, en hann arfleiddi okkur alls konar frábærum eiginleikum og hlutum og kendi okkur margt, sérstaklega í sambandi við náttúruna og veiði og bækur og ýmislegt, sko. Nei. Og gaf ykkur ýmislegt, eða ekki? Jú. Sjarma og Já, alveg og hérna, ég þoldi hann ekki, sko, við erum ekki vinir fyrir en að hann var orðinn gamall maður, sko. Þá tek ég pappa í sátt og fer að ræða við hann hans bakgrunn. Og það kemur auðvitað eru áföll alltaf einhvern veginn orsökin að öllu og það kemur auðvitað í ljós að sko afi Edvard Mortens var businessmaður og bara velsettur, tapar öllu í kreppunni, þau lenda á bænum og Grímsstaðaholtinu og alast upp þar. Pabbi var með rosa minnumáttarkennd yfir hvað hann var lágvaxinn og amma algjörlega glerhörð og hérna og hann sko byrjar að vinna 12-13 ára gamall er hann farin á galeiðuna, hún langaði að verða listamaður en það var aldrei í rauninni og hann varð það en hann varð aldrei sá listamaður sem honum dreymdi og svo sá ég hvað hann var sko hvernig hann hérna sá það raungerast í Tolla og svo tónlistina í mér þannig að og svo auðvitað amma var frábær söngkona alveg bara frábær í föðurættina og svo auðvitað var gríðarlega tónlist í dönsku fjölskyldunni þannig að þetta blandast allt sko en mamma í rauninni var allt yfir allt í kring hjá okkur bræðrum og hún skildi við pappaðinn og fekk einhver ár, gott líf. Hún fekk gott líf, við fórum til Danmörkur. Aldrei og seint að byrja upp á nýtt. Já, hún menntaði sig og hérna veikist úti, það var svona fyrsti vísirinn að því að hún ekki langlíf og með MES-sjúkdóminn. En það voru góði tímar. Ég var í gagfræðaskóla, fyrst var ég í heimavistarskóla í Fredericia, hérna í Væle og þaðan förum við bræður Beggi og ég förum til Árósa og erum þar í gagfræðaskóla og það var góði tími og svo auðvitað
var láland alltaf inni, láland eitthvað konar svona heimastöð var svona í lífi manns. Komum heim og ég fer bara, sko það uppgötast í Danmörku að ég er skrifblindur í skólanum og þeir fara að ræða við mig skólagöngur mín á Íslandi og þeim þóttu nú ekki mikið til koma, hvor ekki úrræði eða annað. En það sem að var kannski vendipunktur í mínu lífi var að þeir, sko, ég var alltaf með gítar. Ég kom í gítarinn í skólan og sett hann bara í fatahengið. Ég sleppti honum ekki og þetta þótti þeim sérkennilegt en líka skemmtilegt. Og þarna nú sko 1970-71 sko þá ennþá Dylan og það allir þarna og ég gat sungið þetta og Kópera, Donovan og Dylan og þannig að það var haldinn fundur í skólanum eftir að ég var greindur sem skrifblindur og þá sögðu þeir, heyrðu, þú þarft ekkert að læra nema og viljir sko bara á bókina, þú ert klár þar og allt þar, en við erum hins vegar á því að þú eigi bara að vera einblína á tónlist. Þannig að þau undur og stórmerki gerðust að ég þurfti að fara 2 klukkutíma á hverjum einasta degi inn í svokallað músíkherbyggi og þar fekk ég einhver lög, Blowing in the Wind eða Don't Think Twice eða eitthvað svona. Og svo þurfti ég að flytja þetta fyrir kennara og svo þurfti ég að spila allt þetta prógram á voruninni í lokin. Það voru í rauninni mín útskrift. Í Dylan. Með Dylan og Donovan og það var í fyrsta skipti sem ég fór frá 2 og upp í 10. Ég var alltaf bara 1,5, 2. Það voru prófin mín í Vogaskóla. Þannig að ég fekk rosalegt búst og sjálfströst og uppgötaði sko þetta auðvitað. Ég var búin að vera með hennan gítar bara frá því ég fekk hann 8 ára gamall, þannig að þarna vissi ég nokk. Þetta leiðin mín. Það munur á því að vera skrifblindi fátækistrákurinn eða skrifblindi fátækistrákurinn með gítar. Já. Það getur breytt öllu. Það bara breytt öllu. Og svo þetta sko þegar að ég uppgötaði, sko, ég var svo, ég skammaðist mig svo mikið fyrir að geta ekki skrifað, af því ég var orðin sko fluglæs fyrir 6 ára aldur. Ég var mjög bráðger og ég las alveg óhemju mikið. En að skrifa, og ég man, sko, í gamla daga þegar þú fékkst fyrstu launin mín voru í peningum, þá fékkstu bara peningumslæði og svo breytist það, svo ferð að fá ávísanir, þá fór nú minn hagur að versna fannst mér, því þá þurfti ég að fara í bankan og þá þurfti ég að skrifa nafnið mitt og þessi martröð að fara í strætó og svo þegar bankin kom í heimana að fara inn í bankan, ég satt sko stundum fyrir utan og varð að telja mig kjark að labba inn í bankan, skrifa áspjörn og stundum var það algjörlega bara, þau sögðu bara, hefur getur þú skrifað aftur vegna þess að þetta, ég fór í blackout. Og var það bara eins og tilviljungur en það kom út? Þetta var bara hrikalegt sko og ég man að ég hugsaði svo breytaðin, heyrðu, bara þú voru bara gangast við þessu, skrifa. Svo var ég svo heppinn að með áránum þá rjáttlaðist þetta að mér og ég bara skrifa eins og ég skrifa og óttalaus, algjörlega óttalaus gagnvart og ég fæ málfarsfasista yfir mig stundum og alls konar fólk. Minna núna ekki? Jú, það þú veist, þetta hefur rjáttlaðist af, sko. Þetta náttúrulega eitt af því sem er gert dagana með því að skrifa svona á samfélagsmiðla. Já. Eins og þú skrifar, já. Að þá eru náttúrulega bara opnað fyrir aðra. Það þannig. Já, það bara þannig. Það bara þannig. Já, þú komst út úr skápnum. Algjörlega. Og lyftir öðrum út úr þeim. Já, það svoleiðis. Nú getur fólk tjáð sig. Og svo býr svo vel að svo fósturmóðir mín, hún Silja Aðsnýsdóttir, hún auðvitað sko,
Ég sendi henni öll ljóð, alla texta og hún yfirfer og skoðar og leiðréttir og ritstýrir sem eru auðvitað bara mín gæfa og hamingja en til dæmis sko... Þessu er svo mikil munur á því þegar þú ert að skrifa svona bara á Facebook eða eitthvað á því sem þú sendir frá þér og því það er munur. Það er mikil munur. En svo datt ég í það að gefa út öll gömlu verki mín í textaverk. Áður en að Silja lagaði. Já, bara og Hrafnhildur fann þetta upp á Háalofti og kom með þetta niður og ég fór að fletta öllum þessum kompum og þetta í kóitinu og ég allt einu bara lausti niður í huga mér bara, já, hvernig væri nú bara að gefa þetta út nákvæmlega svona og hérna og ég hugsaði með mér, sko, ég þarf að fá einhverja fagmenn með mér til að búa þetta til og allt það. Og ég lagði, ég átti engan pening, ekki goddamn cent að ég má sletta, sko. Fekk lánaðar 6 milljónir. Það kostaði mig 6 milljónir að búa til fyrstu verkin. Og vegna þess að ég vildi gera það í alvörunni og ég vandaði til eins og ég gat nema að ég breytti engu í sambandi við textana. Svo bara rókseldist þetta og ég man sko ég ætla ekki að nafngreina kennarann en ég hugsaði mikið hefði nú verið gaman og væri lifandi í skepnaðinn og sæir alla hérna texta villurnar mínar slá í gegn og fara upp að vekk hjá fólki. Það er ekki séð það fyrir. Herðu æskuheimilið, hérna Tolli er náttúrulega landsfrægur maður en það voru 2 eldri bræður. Já, Artúr og Allan og svo Beggi sem var fósturbróðir sem kom til okkar 1963. Hann er frendiðinn, Beggi? Hann er frendi, en er bróðir, þú veist, það er bara þannig. Ef ég myndi spyrja þig hvar þú verið röðinni, þá myndir þú segjast vera næst yngstur. Já, algjörlega, og ég upplifa það þannig. En segðu mér, hérna, svo á ég hálfbróðir, Ágúst Mortens. Ef pappinn hérna, klikkar á föðurhlutverkinu, þá eru ofta þeir eldstu sem að ganga Artúr tók föðurhlutverkið af sér og en hann hefur verið ungur þegar hann hérna verður eiginlega föðurinn. Já, og þar eignaðist ég nú aldeilis frábæran pappa með það að gera. Sko fyrir það fyrsta, þá átti hann auðvitað alveg rosalegt plötusafn og gaf mér aðgang að því og ól mig upp í að það var ekki sama hvað ég hlustaði á. Nei, og síðan Þú ert náttúrulega alveg upp svolítið í kynslóð í músík sem er eiginlega aðeins eldri. Já. Þú ert eiginlega svona kynslóða villingur. Já, ég er kynslóða villingur og ég er hippi, sko. Þótt að þú er aldurinn, þú ert eitthvað sem aldri. Já, og ég, sko, þú sér það. Það er Artúr að kenna. Það er Artúr að kenna, já. Og svo, sko, hlustaði ég á tónlist, sem var stríðsara tónlistin sem kom frá mömmu og dönsku tónlistina og Edith Piaf, Marlene Dietrich og dönsku stjörnurnar sem voru sko 36, 7, 8, 9, 40 og alveg 46, 47 þannig að mamma kemur hingað og hérna og svo var pappi, hann var með Louis Armstrong og þar datt ég inn í, sko. Svo kemur Artúr og það er fyrsta minningi mín Tommy Steele, Cliff Richard, svo koma Beatlarnir, svo koma Stones, og ég hlusta sko á Beatlana, Stones, Kings, Animals, Herman Hermits, David Clark 5 og svona má lengi telja, sko. Og svo kemur Donovan og Dylan. Þessi kallarinn með gítarinn. Kallarinn með gítarinn og báða hef ég hitt. Og Donovan
reykti ég grasmið á Svítun og Hótel Borg, það var rosa gaman, hann sagði mér kostulega sögur, ég fór til hans með hellingagrasi og hann sagði mér að Linda McCartney hefði verið fræg fyrir að rækta besta gras sem hægt var að fá í Bretlandi og hérna, svo vorum við að reykja og svo vorum við að spila og hann var svo imponeraður að það var alveg sama hvaða lag hann tók, ég kunni það En það stúdent í því frá Danmarku já, ég að spila hann einmitt og hérna og svo sagði mér geggjaða sögu þegar þeir fóru til Indlands hann var með Beatlunum í þessari frægu Indlandsför og ég satt þarna í sófanum og hann sagði, sko, við verum að skiptast á lögum og svo verum við að skiptast á sögum og það gamli hippa hérna lykillinn hann sagði, ég ætla að segja þér sögu þegar að Lennon uppgötaði að gúrúin var svindlari og ég sagði, já, segðu mig það og þá sagði hann, sko, það var morgun og Lennon var búinn að vera eitthvað afskiptur og það voru allir fætnir að taka eftir því svo sátu við þarna á morgunfundi í svona hring og þarna var eiginkona Frank Sinatra sem hét Mia Farrow ef ég mann rétt hann hafi sagt og Lennon bara splundar að hringnum, lappar á gúrúnum og bankar í höfuð á honum og segir, hello, is anybody there? Og lítur sig í kringu og sagði, no, I didn't think so og svo bara lappa henni burt og fór til Bretlands og Donnan sagði, Lennon eyðilagði alla stemminguna og menn bara einhvern veginn eftir þetta fóru menn að tínast í burtu þetta þótti mig góð saga þá sagði Jóni mína sögu vegna þess að hann fór að spurði hvernig hérna þú ert að spila bassalínuna líka leið og að taka rytman ég sagði já hérna, gerðu þú ekki það? Það sagði nei, það nefnilega var bassaleikari með mér á plötunni en ég heyrði það aldrei þannig að ég viltist Blessunarlega vissur það ekki já, og ég bara spilaði bassan í Catch the Wind og svo laglínuna og þetta fannst honum merkilegt og hérna og margar sögur get ég sagt að þessari Donovan-ferð en Dylan var erfiður Dylan var hann þekktu fyrir það en hann átti tricks í Laugardalshöll sem ég fannst geggja sko það byrjar á því að umboðsmaðurinn kemur til mín og segir getur röddað hassi hérna við tökum aldrei hass með á milli landa og ég segi já ég bjó þá á Hólatorginu og Valgarður Egilsson hérna var formaður listahátíðarnefndar frábær vísindamaður krabbameinssérfræðingur og skáld og hann svona típa sérkennileg típa og nema hvað að ég fer á stofana og það bara ekki til aldrei sem vant ekki hægt að fá nema ónefndur maður býr fyrir utan bæinn hann á nóga hassi en ég fekk tölu þetta voru 11 grömm, ég var beðin 11 grömm hvorki meira en minna ég fer að redda því en viðkomandi vildi fá 3 miða sem hann fekk síðan hérna spyr ég sem sagt hljómsveitarstjóran hvenær Dylan komi þá segir hann já hann hérna hann mun senda dömmi á undan ég var ekki alveg að skilja hann og svo kemur límósína keyrandi bakvið og það hlaupa allir ljósmyndarar þar þá sé ég einhvern mann á reiðhjóli svona torfæruhjóli og annan mann vera að hlaupa með honum og hann svona skoppaði á honum og svo skransar hann á hjólinu og það Bob Dylan og hann skýst inn meðan allir ljósmyndararnir eru við bílinn og þessi maður sem var með honum þetta var lífvörður svona já, innfættur Amerikani Indjóni og það farið beint inn í herbyggi og þeir taka allt hassið og setja í pípu og þetta reykt alveg hringur og allir reykja og það eru slökkulist og lyktin maður svo þegar Dylan kemur úr herbyggjunu þá réttir Gibi mér pípuna og ég auðvitað sá að það var nóg eftir handa mér þeir eru með reglífar og slá út reglífar þannig að þeir búa til svona vegg fyrir Dylan, það var ekki hægt að taka mynd og hann lappar í þessu reglífavegg inn á svið og ég hérna
reykti pípuna bara inn í búningsherbyggi og fór svo fram alveg verulega stónd og til þetta með albestu tónleikum sem ég hef séð. Það nú ekki almennt talið þannig að þetta verið góða tónleikar. Já, þeir voru frábærir. Það sem truflaði fólk var, þeir vildu fá hann bara með kassagítarinn. Já, þetta náttúrulega á þessum tíma þegar hann eiginlega heldur, ég man ekki hvað þetta var, það bara fárulega marga tónleika. Já. Og að syngja sig í gegnum allan katalógi sinn. Já, hann var með á sviðinu. Á eigin verkum og músikinu, hann eiginlega að syngja sig í áttina því að fá list á músik aftur. Já. Þetta eiginlega í miðju og því tímabili. Og hann með 2 sett á sviðinu og þeir vissi ekki hvort setti hann byrjaði. Það voru þá 48 lög og svo kemur hann inn á svið og ég bara fremsta bekk þannig að ég gæti alveg fylgst með og ég séð þetta hvað hann í stónd. Og svo byrjar hann og þá festist efri vörin sem oft gerist þegar menn búin að reykja og verða mikill munnþurrkur og munnarpan sígur aðeins niður þannig að hann hittir ekki á hana og bandi byrjar að vitleysu lagi en hann byrjar á laginu sem hann ætlaði að byrja á og svo náði þeir að skransa inn. Svo miðblik tónleikana, þá hann að spila á kassagítar og það bara kontrabassi og hann á kassagítar og svo GB á rafmagnsgítar og það var alveg bara 40 mínútna prógram. Þá fengu allir þeir sem hefðu ákveðið að sitja, þá voru margir sem fóru, mistu af þessum algjörlega brilljant. Og þú sast þarna stónd og fannst þess að væri með þessa tónleika bara fyrir því. Já, eins og oft vill verða þegar maður er stónd. Það er líka oft þegar galdurinn í músíkinni þannig, ef maður er á góðum tónleikum þá upplifir að maður já, og hann sé bara tónleika fyrir mig. Svo er ég búin að segja hann mörgum sinnum eftir þetta og hann kemst ekki nálægt þessu sko. Nei. En talandi Dylan, að því að þið hafið báðir lent í sama, sem að það verið að setja upp sögu ykkar og það ekki látin einn leika, það heldur verður að hafa marga. Það eru margir bubbar hjá þér og það var gerð mynd Dylan og það voru margir sem að leika. Já, hún var frábær, alveg rétt þegar þú segir að hún var geggjuð, algjörlega og það var lítill blökkustrákur sem leikar. Já, þetta var alveg rétt maður, hún var frábær. Já. Og hvað heitir hún leikonan? Já, það er ekki Kate Blanchett? Jú, geggjuð, var hún æðisleg, blond tímabilið. Hún var best. Já, hún var svo, þetta var bara svo galdur. Já, algjör. Sálugabli. En þessi mynd fór ekki hátt það. Svo þetta svolítið þannig að mér finnst það stundum að lögin hans oft best þegar konu syngja þar. Já. Það ekki mörg þeimum að kallar bæta ykkur við hann, sko. Nei. Ég tel mig eiga góða ég treysti mér í... Það spyrjaði Dylan, því að þú náttúrulega spilaði Dylan mörg ár með hana gítar og þegar tókst hann upp að þá var það svo oftast sem að kom Dylan út. Já, og það... Hvað finnst þér hann? Dylan? Hann náttúrulega, til dæmis eins og dæmis að þú ert að taka þetta er maður sem að sækist, hann náttúrulega verður frægari heldur en bara allt á jörðinni. Já. Bara Elvis hann rísi meðal rísa. Já, bara Elvis og kannski Ali eða eitthvað örfáir tröfnuna, bara Dylan bara... En svo hefur hann eitthvað svona ógeð á fræðinni. Já, hann á í áttar... Hann sækist alltaf í einhverju og svo ítir hann því frá sér. Já. Hann sífellt að breytast og það eiginlega bara lógist að það séu margir láttu leikan því að ævin hans bara svo köflótt. Mitt. Og það, ég held að ég hafi það frá honum að stoppa ekki við á einum stað. Heldur leita út fyrir. Til dæmis þessi dagurinn ég að vinna 2 plötur. Önnur svona nútíma hljóðheimur og ég að vinna með Arnari Kendan við lífs og að gera alveg bara að mér finnst, bara frábært stöf með honum. En svo ég að fara að vinna með Magnúsi Jóhann og Haffa, þetta yngsta kynslóðin og þeir að fara að pródúsera með mér plötu sem að fer meira í átt til akústík rótana. En galdurinn við Dylan sem mótaði mig var þetta að láta ekki neitt segja þér hvernig þú átt að vera og hvað þú átt að gera. Heldur að hlusta allt á innri röddina og fara þangað helst sem enginn býst við að þú ætlir að fara og syngja hluti sem skipta einhverju máli
hvort sem þeir eru líklegir til vinsælda eða ekki vegna þess að sko En getur maður ekki ofleikið þetta? Stundum þetta maður í hugum með Dylan að þeir eru eitthvað vill sittan í þetta bóksa og fer hann bara eitthvað allt annað. Já, það er svo lýst. Það eru viðbröð við því sem að fólk vill að sé. Það gera bara eitthvað öfugt. Já, en heitir þetta ekki mótþróar rösk? Það er eitthvað svona með það. Já, Þú er já. með svo líkt líka. Já, ég er dálítið þar sko. Ég man bara sko, ég veit að RÚV er með hugmyndum eða starfsfólk eitthvað hjá sem sagt sjónvarpinu að vinna með lög sem ég hef gert sem hafa tekið á hlutum sem að ungir aðrir hafa sungið Já. og það er partur af þessu Hvað segirðu? Að taka lög sem einhver aðrir hafa sungið Nei, sem sagt að fjalla lög Já. sem ég hef samið Já. bara fekk þarna bara Strákarnir á borginni eða hvað sem er, eitthvað sem að engin annar hefur sungið engum öðrum hefur dottið í hug að semja hvort sem það er gjaldþrota þorp eins og hérna hvert fer fólkið þegar þorpin loka inn í þokuna gráu bak við fjöllin bláu og netun þau fanga pappír og poka og svo framvegis hvert fer fólkið og allt þetta eða alls konar Ástrós er gott dæmi þessa konu sem að tók þá ákvörðun að deyða mannin sinn þegar að hún gat ekki tekið við meiri ofbeldi og í þessum dúr skiluru að því að sko ég man þegar ég gerði Ástrós að það á sér langan aðdraganda vegna þess að ég söng fyrir áratugum og söng ég fyrir konu í fangilsi sem hún satt í Bitru og ég held ég væri að fara að syngja fyrir marga konur en það var ekki ég var bara að halda tónleika fyrir eina konu ég man mér þótti þetta mjög skringilegt Var það bara ein í Bitru? Já og hérna og hvort að mamma hennar var með á þessum tónleikum ég bara spilaði en svo fann ég út fyrir hvað hún satt inni og mér fannst dómurinn svo brjálaðislega þungur með að við forsöguna að því að það gerir enginn eitthvað svona hlut nema að það er mikið að ganga á svo satt þetta í mér morði í Breiðholti já nema og þetta satt svo lengi það vissum margir að hún væri einanna því að ég maður þegar maður kerði frem að Bitru þá var maður alltaf að hugsa til þess að máls já, einmitt og svo gerist það í COVID-inu þá kemur frétt og heimilisofbeldi hefur aukist og allt í einu þá finn ég bara að losna kökkull og ég fer bara út í skúr og ég sem lagið og textan á ég er ekki einu sinni að íkja við erum bara að segja 20 mínútum ég kem inn í stofu og ég syng þetta fyrir Hrafnhildi og Hrafnhildur hefur sko, hún er ekki bubbaðdáandi sem slíkur og hefur ekki mikinn áhuga á sagt, eða þekki katalógin minn en hún segir þetta lag er stórt og þetta lag verður vinsælt og ég segi, nei, ég held nú ekki að svona lag getur orðið vinsælt þetta er nú þannig umfjöllun og þá kom hún með vingil sem ég hafði ekkert endilega pælt í þá sagði hún, já, gerður ekki lag sprautifíkla, það er eitt af þínu frægustu lögum ég segi, jú, já og samt er ekki svo ástalag dópið þarna Afgan jú og þá sagði hann, út af hverju getur þetta ekki verið vinsælt ef þau eru vinsælt og ég allt innu bara svona, já, svei mig þá ég auðvitað bjóst ekkit við það yrði eitt af stærstu lögum seinustu ára þannig að en það er þetta element í mér að semja og syngja eitthvað sem aðrir hafa ekki snert já, eins og til dæmis í gær fékk ég tilbaka frá Silju yfirfarin texta við lag sem ég er að semja sem heitir Hólan og hóluna í handlegginum þar sem að draumarnir hverfa og peningarnir hverfa og fjallar í rauninu ungt fólk sem er að deyja úr ópíðum Oxycontin og allt þetta sko en sko aðalmálið er að
ég er bara manneskja og ég er mannlegur og allt það, en í listinni minni hef ég alltaf reynt að spegla samfélagið eins og það kemur mér fyrir sjónir, ljósbrotin sem skella á mér úr samfélagslegu glerinu, ljósbrotin. Og mér finnst það svo mikilvægt að við þorum að tala og syngja hluti sem endilega ekkit líklegir til vinsælda. Fólk vill bara lifa sínu lífi og fara í sína rútínu og svona, og svo vilja þau ekkit endilega að verið að syngja eitthvað, en ef þú gerir það rétt og ef þú setur það í réttan búninga, því að tónlistin, Platón sagði tónlistin væri fljótvirkasti listamiðill, en hún færi hraðast inn í fólk. Og ef tónlist getur búið til áhrif, þannig að það fyrsta sem fólk heyrir falleg melódía, heyrir ekkit endilega boðskapin eða textan strax, en svo kemur hann inn. Og þá ertu komin með combination sem að ég segi á deadly combination, búið til fallega melódíu og grimman ljótan texta, og þú ert með deadly combination. Það er svo að koma lifi ofan í börn. Í sultu. Magnilm í sultu. Já. En þetta með að vilja fjalla eitthvað sem aðrir hafa ekki fjallað og það er sá sem að semja, en síðan náttúrulega þegar þú kemur fram, þá ert alltaf með 400 til 1000 manna sal fyrir fram að þig. Já. Og þá það hlýtur að vera skepna sem að biður eitthvað, vill fá eitthvað. Já, þau fáu þetta sín. Og þú hlýtur að skynja að þau vilja fá sinn bubba, þú upplifa einhvern veginn að sé verið að þú átt að vera með einhvern tilteknum hætti. Já, þau fá búta því alltaf, en þú gerir svona samning við salinn. Já. Ef ég fæ 20 mínútur. Já, ég er alltaf með svona á öllum tónleikum 10 nýlög, lágmark, 10 nýlög. Og ég man bara þegar ég var með Ástrós á prógraminu sem að enginn hafði heyrt, og Beðurinn að brenna sem að fjallar að við þurfum ekki loforgefin í einkaþotum frá ráðherrum, og jörðin er að brenna undir fótum okkar. Það er lag sem ég ætla að taka upp núna. Og það er mitt vitnaði Dylan. Dylan sagði, lærða syndan að sekkur eins og steinn. Og ég er alltaf með ný lög, en ef þau eru á mörg, þá byrjar fólk að kalla. Spil! En þá segi ég bara fullum fetum heyrðu, ég er að halda þessa tónleika og ég set þá upp og ég er með mitt prógram. Ef þið líkar ekki, þá máttu fara. Já, þá máttu bara fara út. Ég gef ekki afslátt. Dylan er náttúrulega gamall. Hann er 80 eitthvað ára. Hann heldur áfram. Já. Og síðustu plöturnar eru einhvern veginn svona, mér finnst þetta magnaða plötur að því að hann náttúrulega hefur með tímanum orðið einhvern veginn bara öll tónlistararfurinn í Bandaríkjunum. Já. Var náttúrulega hætti sína og allt þetta. Hann er bara raunverulega, er það bara eins og hann sildi á fljótinu, en núna er hann bara orðin að fljótinu. Já, það er svo leiðis. En þá er ég veltað fyrir mér að því hann náttúrulega er Amerikani og þetta er bara arfleiðin. Ja, hann er arfleiðin, þetta er bara ameríska söngbókin sem hann er eiginlega að renna saman við og er hluti af en hver er hvert er músíkin, hvaðan kemur, hver er Bubbi Morthens sem tónlistarmaður, hvaða arfleið er þetta? Hún kemur frá sem sagt, ég myndi segja músíkin í mér auðvitað er DNA. Það er mikil músík í dönsku fjölskyldunni og það var mikil músík í íslensku fjölskyldunni. Menn og Haukur Mortens er föðurbróðir minn og Rósa, amma, var þekkt söngkona í kór og þótti hafa mikla og fallega rödd. Síðan má spyrja hvaðan kemur fljótið mitt.
mitt fljótt minnst sko tónlista uppeldi kemur frá mömmu sem þá 3. áratugs, 4. áratugs músík. Gufan kemur inn, síðan smá swing og síðan auðvitað Bítlarnir og allt þetta, en Dylan komin inn í líf mitt 65 og frá Dylan læri ég sko, þarna Pete Seeger, já. Ok, Woody Guthrie, Woody Guthrie, einmitt. Woody Guthrie þetta fjallið, tónlistafjallið í amerískri þjóðlagatónlist. Woody Guthrie, Carter fjölskyldan, heyrðu, þau komuðu niður úr fjöllunum og komuðu með countryið og allt þetta og Dylan, Little Richard, Elvis Presley, kom þetta, Johnny Cash, Bob Dylan, John Prine, sem eitt flottasti textahöfundur bara seinustu áratuga, hann dó úr COVID-19 2020, ef ég man rétt, en textarnir hans eru gjörsamlega yfirgengilegir, hann svo góður, og einhvern veginn verður þetta allt af einu hrærigraut. Síðan kemur arfleiðin mín, hvaðan ég fæ myndir, eins og Paul McCartney sagði, sko, hann sagði, einhver staðar byrjaði einhver maður að lemja beini við bein og einhver staðar byrjaði einn að góla og einhver staðar fann einn upp á því að búið til gata á beinið og úr því kom tónn og svo var það einhver staðar einn maður bjó til eina melódíu og einhver heyrði þá melódíu og hugsaði ég geti kannski gert svona með þessa melódíu og hún vendur upp á sig og síðan ég komin inn í þennan hlekk og öll þessi tónlist streymir í gegnum mig og verður á einhvers konar blöndu, einhvers konar hrærigraut sem að blandast við mína upplifun og mína tilfinningar. En mín tónlist í rauninni, sko, vegna þess að sko, þó ég sé undir öllum þessum áhrifum, þá kemur tónlistin minn úr hreinu íslensku umhverfi. Allt sem ég sé spegla ég í íslensku landslagi. Alveg frá því að ég bara ungu maður. Og ég var að uppgötva það að Hermann og Dídí gríðalegur áhrifavaldur á Ísbjarnarblús. Ég bara fattaði ekki fyrir daginn að ég ferðaðist með Hermann og Dídí á árunum 74 til 78 og ég las hana í ræmur. Og hún tungutaki þar hefur síast inn á Ísbjarnarblús. Þannig að sko umfjöllunarefni mín eru eins íslensk og Kim Larsen danskur. Skilurðu mig? Og það ekki hægt að flytja þig til Ameríku? Nei, það bara, nei. Ég er í rauninni miklu meiri afsprengi Bóluhjálmars en þeir uppi staðið en Dylans og ég hef fullyrt það að þegar að menn segja hvítir menn get ekki sungi blús, nú þetta svona, nú erum við komin þangað. Já, Bubbi minn, þú getur ekki sungi blús, þú ert ekki svartur. En hérna, sko, Bóluhjálmar blúsasta skáld Íslandssögunnar. Hann eiginlega, sko, Jónas Hallgrímsson poppari, en Bóluhjálmar, sko, það metall, þetta bara metall og Einar Ben, hann gæti verið svona AC/DC dóldið, en Bóluhjálmar bara, og það ekki hægt að lesa, það ekki hægt að háma Bóluhjálmar í sig, maður sko örmagna eftir 5-6 ljóð, þá bara, ég bara aðeins að hvíla mig, þú veist, ég geta þetta ekki. Hann rosalegur. Þannig að ég held sko fyrir upp í staði þá ég eins íslenskur og hugsast getur. Og bragarhátturinn sé kannski frá þessu. Já, svo bragarhátturinn bara frjáls hjá mér, algjörlega sko stundum hann kórréttur og stundum hann út og suður og það skiptir ekki máli vegna þess að sem skiptir máli hvernig þú kemur hlutanum frá þér, hvernig hjartað þitt skilar þessu tilfinningin og hvernig það fer inn í annað fólk og hvernig annað fólk upplifir það.
vegna þess að það engin manneskja þarna úti, það örlítill hópur sem hugsar þegar hann situr og hlustar á tónlistinina, hann að stuðla rétt, hann að nota höfuðstæðina rétt, já, býtu, hvað mörg atkvæði í fyrstu línunni og eru sérhljóðar, já, samhljóða þarna, nei, þetta gengur ekki, ég get ekki hlusta á þetta lag. Það ekki þannig. Við byrjum að tala nýju líf, það sem eru margir bubbar á sviðinu og við tölum litla bubba sem að hætti að gráta inn í þeir bara fyrir árið síðan. Já, fyrir árið síðan. En hinir bubbanir, þið getur ventu nú alla? Þá alla. Það þurfti líka. Reykjabubbi sem að þú smá kvöldin hugsaði erfiður þessi. Já. Anskoti. Já. Já. Ég við þykir mjög vænt hann vegna þess að það segir mér ef ég má sletta hversu mikill survivor ég og þegar að ég sem þetta þegar að ég geri samningin við Íslandsbanka sem svo kallað publishing deal. Nú Alda Music orðið alþjóðlegt fyrirtæki. Nú gæti ég farið og sagt við þá geri publishing deal við mig. Ég með 800 lag katalóg og ég vil fá 70 milljónir eða hvað sem og þá ég ekki að fá tekjur af lögunum mínum annað en bara ég á þau, en tekjurnar mínar eru að fara þá upp í þennan publishing deal og allt það. Þegar að það brennur allt, þá var eina leiðin fyrir mig, það var tvennt í stöðinni og ég sagði við Hrafnhildi, allt í einu bara frá því að vera velstæður, þá átti ég ekki neitt. Og ég sagði bara við hana, hún ólétt bara með miklar áhyggjur og eðlilega og bara, ég sagði bara, þetta eru bara peningar koma og fara og ég ekki nema 50 og það nógu tími til að vinna þetta allt tilbaka. Það bara að gera það rétt. Og sá bubbi, þann bubba sé ég á reynslurórunum upp á sviði. Ég ekki til að segja þetta sé uppáhaldsbubbi minn. En mér þykir ég vænt hann og hina vegna þess að ég skila. Bólububbi, það er í árunum fyrir hrun. Já, og mitt og ég svona hugsa þú veist, já, þetta gastu líka helvítið þitt. Þetta ekki skynsamesti bubbin hann á sviðinu. Hvað segirðu? Fannst þér þetta ekki vera skynsami bubbi? Þetta bubbi sem svona aðeins búin að missa eitthvað. Já, þetta svona meiri fíkni bubbi. Já, og það sem gerist það líka mjög skemmtilegt að spekulera hvernig peningar hafa áhrif á mann. Í dag ég bara nokkuð vel stæður en það baga mig ekki neitt og það eina sem að ég hugsa mig bara hvernig gengur krokkanum í skólanum, getum við borgað niður skuldirnar, eigum við nóg til að geta borðað og mögulega getum við farið í frí og allt þetta. En þegar ég var að eignast pening í fyrsta skipti, þá leið mér bara eins og í fyrsta skipti ég tók kók. Ég var algjörlega bara, mér fannst bara heimurinn liggja á fótum mér og stjórnleysi var algjört. Bara algjört. Og verið retro. Hvað segirðu? Stjórnlaust þóttu verið retro. Já, bara, þú veist, við getum orðað þetta svona, að brestirnir fengu að blómstra. Það var mikil rósarækt í brestánum og þetta var rosalegt, þetta var geggja tímabil, en að sama skapi, segir mér svo úr hverju ég gerður, þegar að þetta gerist allt á einum sólarhring, Guð blessir Ísland, og 2-3 dögum eftir á og ég bara, ég trúi sér ekki, þetta bara svona? Þá fór ég í húsasmiðjunu, keypti tvíblaða exi, fór svo bara með vélsög og sagaði niður aspir og ég ekki að íkja, að í svona 3 vikur þá hjó ég timbur, alveg eins og geðsjúklingur og ég hjó mig í gegnum þessa skelfingu og vondu tilfinningu. Og þegar ég var búin að höggva mig í gegnum þetta og hendurnar, bólgnar og allt þetta, þá ég bara, ok,
þetta er bara búið gert og ég horf ekki öxl og hef ekki hort öxl. En í dag, sem sagt, Bubbi í dag og Bubbi þá, það haf á milli. En þetta var samt geggjaður tími og þetta var mjög sérkennileg upplifun að eiga svo mikið pening og svo sé ég alltaf eftir út hverju eyddi ekki sem pening. Ég man alltaf þegar ég hringdi í bankan, ég var að veiða og hringdi í bankan og sagði heyrðu, Hrafnhildur var alltaf að segja, það gengur ekki að hafa þetta svona, bara, út hverju hefur þetta ekki höfum þetta bara bankareikning. Svo loksins ákveði ég að gera það, 21. júlí eða eitthvað og hringi og segi í bankan, setið þetta inn á, þá var eitthvað svo falleg rödd sem tók á móti mér í bankanum og hún sagði, nei, ertu viss það? Það nú rosa uppgangur í Exista og FL og eitthvað svona. Og það gengur allt í hlutabröfum sem hrundu. Já, og svo hugsaði ég allir baka, út af hverju var ég ekki að nota hana pening? Ég notaði aldrei hennan pening. Ég var bara alltaf að kíkja og eitthvað, já, á ég svona mikið núna. Þú veist, þegar ég hugsaði allir baka og ég hugsaði bara, út af hverju notaði ég ekki peningi? Ég notaði hann ekki neitt. Þetta var bara einhver tala á tölvu. Og kíkja á það nokkur sem á dag sem veldur bara, sem eins og fjárhættuspil bara? Já, þetta var bara svona, já, vá, á ég orðið $1 Finnst þetta vera versta tímabilið þitt? Hvað segirðu? Finnst þetta versta tímabilið? Nei, versta tímabilið mitt var þegar ég kynntist kókinu. Það var rosalegt. Sá Bubbi, það ég þurfti mikla vinnu til að tækla hann. Lítið eftir af þér þegar þá? Já, ég var bara svo anstíkilegur. Ég var svo léleg útgáfa af manneskju. Ég bara allt það ljóta og dimma og ömulega. Þú kallar það fram með kókain. Kókain kallar það versta fram með þér. Ég held sko kókain, ég veit ekki hvort það er búið að rannsaka, ég hef grunum að það eyðileggiði framheilann. Það fara alla siðferðis hömlur og það var ekki, og þeir alveg sammála mér, samferðar mínir, þeir tala oft bara þú varst rosalegur. Og ég var rosalegur og það sem svo... Það var langleittur kókainfíkill náttúrulega bara hryllingur að vera nálægt. Já, og það sem verra sko, það miklu, sko, ég hætti að drekka því að áfengi fór illa í mig. Ég var mjög ungur því ég hætti að drekka, bara 18 ára eða eitthvað og ég lendi í blackoutum, sko, með víni en þú lendir í einhver blackoutum með kókaini og þú manst allt sem þú gerir. Þú veist, þú getur ekki einu sinni ítti í burtu, þetta bara svona, og ég þurfti rosalega vinnu til að komast í gegnum þá drull. Það súpi ekki kveljur yfir eitthvað sem hafði gert, bara allt í einu þar sem stattur ykkur stöðar og kemur yfir þig já, ekki lengur, og óþægileg minning og það bara... Já, þetta bara, þetta var, og sko, þetta efni alveg... En hvað varstu lengi að losna við svona það að þetta kæmi til þín aftur sem eitthvað svona... Ég held að veit hvað ég meina, að maður sýpur alltaf í kveljur og fær bara köfnunartilfinningu yfir eitthvað sem maður hefur gert eða gerði ekki. 10 ár? Já, 10 ár. Ég þurfti að vinna rosalega í þessu. Ég þurfti að grafa mig í gegnum þetta, ég þurfti að horfast í augu við þetta, ég þurfti að rifi, ég þurfti að segja hlutina. Satt á móti manneskjunni. Ég man bara þegar ég fór í fyrsta tíman hjá fíknifræðinginu mínum og þerapistanum og ég var í svo miklum kvíða sko, og ég svo bara hugsaði settu allt og settu sko leyndamálin sem eru bak við leyndamálin, settu allt á gólfið og ég gerði það og ég man bara hvað mér leið vel og til dæmis, gott dæmis sko að því að kókain hefur áhrif á sem geggjaða stöðvar í hausnum að þér og þar sem að ég hafi lent í misnokkun þá átti ég enga nánd, ég gat sofið hjá mörgum konum en ef það þurfti að vera nánd þá bara annarkot stóð mér ekki eða ég hljóp í burtu. Það var bara svoleiðis. Og svo var ég í miklu sambandi við klámið í tölvunni. Og svo man ég að ég segi við hana, ég var að hugsa, ég tala klám við hana. Svo segi ég, Valdís, segi bara, ég í meiri sambandi við klámið tölvunni minni en öllum konunum sem ég hef átt samband við. Þá brost hún svona og sagði, já, hafði enga áhyggjur, ég mun eyðileggja þetta allt fyrir þér. Og ég bara, og það gerðist. En til þess þarf þennan
kjark að stíga inn, viðurkenna sko, það er ekkit gaman að sitja kannski og segja bara heyrðu, ég er alls konar, ég er skítæll, ég er drulluhalli, ég er líka bara snillingur og ég er bara frábær og allt þetta og ég varði líka að taka utanum þessa bubba, ég varði að taka utanum kókain, drulluhallan og segja mikið rosalega þykir mér vænt þið, elsku kalli minn, bara komdu hérna. Mikið sem þú hefur gengið í gegnum. Já, þannig að já, kókaini var verst. Hinn bubbin var bara svona, það var bara stóð stutt yfir og var skemmtilegt en skildi voða lítið eftir, annað en bara spælinguna hafi ekki haft kjarkin til að eyða þessum peningum. Það hefði verið rosa gaman. Þú lýsir svona lífsklíma, mikil. Já. Lífið þetta er mikil lífsklíma. Þú tífildi í einhverju glímu. Já. Það var laga, leiðrétta, klast við eitthvað. Við hvernig þetta glíma? Ég er að glíma þetta við kjarnan, að finna kjarnan í sjálfum mér. Að ég geti sagt áður en ég dey, jæja, nú veit ég hver Bubbi er. Heldur ég er að komast þangað. Fyrir árið síðan þá komstu mjög nálægt í. Svo ert að finna hann aftur. Já. Og ég er að komast þangað. Þú ætti líka að breytast. Þú ert í bekk með bróðum mínum, en þið verðið 67 ára þessu ári. Þú ert að verða löggilt gaman. Já, má það. bara, ég er með þessa spurningu, bara má setja hana stimpil á mann? Má kalla maður löggilt gaman minni? Það er hins vegar það sem að gerist, ef við vitnum bara í Jung, þá breytist maður líka, hann talar að maður er wise old man, svona 64 ára held ég að sé. Svo maður breytist, það er svona staða manns í samfélaginu og svona fríður yngar sjálfum sér. Ég veit það ekki. Þú ert náttúrulega svona fysikal og þú vilt ekki verða gamall, þú ætlar að glíma með ellina. Jú, ég er sko tilbúin að verða gamall, en ég ætla að vera gamall í formi. Ég ætla að vera gamall í formi og ég er með motto, og mér finnst þetta gott motto, að deyja í formi. Og ég er líka með þess að mynd af mér, ég er í brekku, og ég er að renna niður brekkuna, en ég er með hælinn í svörðin, þannig ég er að renna hægt. Ég ætla ekki að kútveltast onni í kistuna, ég ætla að renna mjúklega onni í hana, ef ég fæ ráðið. Svo vitum við ekki, Gunnar Már, ég meina ég getur komið með krabbamein eftir hálfamánuð eða hvað sem er, skilurðu. En aðal málið held ég held sko að glíma með sjálfan sig, það er að vera mennskur. Og ég held sko að engin manneskja, sko ég held að allar manneskjur burðist með eitthvað og hafi, sem sagt, úr æsku eða hvernig sem er. Það skiptir engu máli hvort þú fæðist í mikill fátækt eða mikill auðlegð eða allt þar á milli. Við fáum öll þessi verkefni, en ég held við sem frekar fá vegna þess að það þarf, hvað sagði Búdda, sko, það er ekki fyrir en sársökin kýliði niður sem þú tilbúin að breytast. Og ef þú nærð alltaf að koma þér eins og fiskur frá hérna sársökanum, þá er engin ástæð til að gera eitthvað. Það er engin ástæð, ef einhver manneskja finnst í lagi. Það lifir ekki eins og manneskja, það lifir ekki svona, hvað við segja, allt tónverkið. Þú lifir kannski bara einfalda laglínu. Já, og ég held sko líka að, sem sagt, fólk sem að er ekki að glíma við neitt, ég er ekkit vissum endilega að það sé eitthvað. Þú bara getur ekki ímyndað hvað það er, því að þú er aldrei lent í því. Nei, það er bara, ég næ ekki utanum það. En það hlýtur að vera þetta hellingur af fólki sem er bara. Veistu, það er ekki búinir til svona leikrit það fólk. Það er ekki sett á svið. Nei. Það er bara gerist og fátt. Já. Það er alltaf svo leiðis. Það er óerfitt að horfa á það. En mér finnst svo þegar ég horfa tilbaka, finnst mér bara líf mitt, það hefur verið geggjað. Veist, og það er ekkert sko, ég komin yfir það að sjá eftir. Ég hugsa bara, nema penningunum sem þú tala um. Það er svona sittur aðeins í mér sko, að hafi geitin. Að ég eittiði mig ekki sko, þetta, hvernig er hægt að eiga penning og eyða honum ekki? Hvers konar vitleysa er það? Því að, en svo að sama skapi sko, veit ég hvaðan ég kem. Þegar að þú elst upp í mikill í fátækt
hver sagði það? Einhver staðar var ég að borða einhver staðar, það var einhver staðar og þá segir viðkomandi hérna áttu marga bræður? Ég bara já, ólst upp í fátækt, já, ok, þá skil ég hvernig hún borðar. Og ég kveikti. Ég man bara sko þessi eilífa samkeppni og þetta hungur og eigi ekki fótboltaskó, eigi ekki þetta, eigi ekki hitt, allt þetta sko. Þetta markar að þig og hefur áhrif. Er alltaf mikið í ískamni hjá þér? Af því að þú ert alltaf hræddur að Nei. Komin yfir það? Nei, já, algjörlega. Þú veist hvað ég er að meina, það fylgir. Algjörlega, bara en ég á það til ennþá að taka eitthvað sem ég þykir gott, eitthvað og setja á eitthvað stað, þar sem engin annar getur komist í það. Og ég ger þetta enn í dag. Og hérna... Svona heimavistaskóla hegðun. Já, eða bara vogahegðun. Herðu, við erum búin að vera, þetta svolítið enganlegt Bubba og glímuna og svona, en þú hefur verið fullu þáttakandi í samfélaginu sem við erum að búa til hérna á milli okkar og þú varst hérna, þegar þú kemur til leiks að þá ertu pólitískur. Já, og ég er enn pólitískur. Já, það hefur breyst. En ég er kannski ef orðaði þannig að ég er búin að lifa svo lengi og ég er búin að sjá svo margt. Ég er ennþá vinstri sinnaður en ég er kannski ekki eins átakasækin og ég var og ég kannski er búin að fatta það að ég er ekki eins hraður að ég nota hnefalega sko samlíkingar. Ég er mjög hraður á púða. Ég er ennþá með ég er með getu sko að ég get slegið alveg gríðarlega fast og hratt en ég hef ekki úthaldi til að taka bardaga við annan mann. Ég sé höggin og ég veit hvernig á bregðast við og skil ekki í því að höggin hitta mig, skilur í mig en hjarta mitt slær alltaf þeim megin sem mamma ól mig upp og hérna og ég held að það mun aldrei breytast. Til dæmis þá er það mjög ankannalegt að árið 2023 þurfi fólk að fara í verkföll til þess að fólk geti lifað og dugar ekki til á laununum sínum. Dugar ekki til. Nei, og dugar ekki til og þetta sko í þjóðfélagi eins og við búum í dag þá er það mér óskiljanlegt og ég skil það ekki. Og mér finnst mjög erfitt að horfa upp á það og þess vegna hérna fannst mér og studdi ég í hjarta mínu og máli baráttu eflingar fyrir hérna bættum kjörum vegna þess að sko þó að farandverka fólk sé ekki lengur skilgreint að þessi fer frá Bolungavík til Vestmannaeyja eða frá Vestmannaeyjum til Hornafjarðar, frá Hornafirði til Eskifjarðar, þá er landið tróðið af farandverka fólki og fólki sem er að vinna... Það bara býr í verbúð eru konar aftur. Já. Þetta er bara... Já, ég er að segja þetta og launin sko eru sko svo skammarlega lág að maður eiginlega bara skilur þetta ekki og þarna en að taka þátt í slagnum sem slíkum læt ég aðra Þú ert í öðru hlutverki. Já. Þú ert líka svona þegar nefnir þarna farandverkamenn og það er svona rétt fyrir 1980 og það nú hérna í Ísbjarnarblúsnum er sungið merkið þeirra. Einmitt. Þessu barátta er. En tíminn kannski á eftir hefur verið svona, já svo flestir Íslendingar sem þannig hafa orðið fyrir sérstaklega þeir sem eru vinstramegin eða eru með svona ríka réttlætiskennd og vilja búa í góðu samfélagi, hafa orðið fyrir svona gríðarlegum vonbrigðum og upplifa sér svikna af stjórnmálaflokkum, af verkalýðshreyfingunni, af kerfinu sem átt að berjast fyrir réttlætinu. Já, og lífeyrissjóðirnir. Lífeyrissjóðirnir og allu þannig að þetta er líka einkenni bara að það er svona eitthvað svona djúp vonbrigði margra, bara gagvart sístum. Já, ef við erum alveg bara skýr, skilurum við, ef við erum bara skýr,
þá skilgreini ég stöðuna og hún kannski mjög barnaleg en ég held samt að hún sé sönn að einhverju leyti og það bara svona, það eru 70 eitthvað fjölskyldur sem eiga orðið Ísland og það eru þeir sem hafa kvótan í bakgarðinum hjá sér og hirða arðinn af kvótanum og þegar að þorpið þeirra eða samfélagið þeirra dugar ekki til þá fara þau og teygja sig út í aðra anga þannig að það sem einu sinni var bara sjávarútvegur orðið Morgunblaðið, orðið Fréttablaðið eða Kringlan eða Skip, Sjóvá, Óra, Frón bara nefndu það og allt í einu netið komið út allt og þá sitjum við uppi með gríðarlega skekkju. Sko ég meina, ætli ég sé ekki eðli mínu kannski þegar ég fór að eldast kannski jafnaðarmaður. Bara ég vil að það sé réttlátt skipt og ég vil að allir geti menntað börnin sín, allir haft laun sem þeir geta lifað af, allir geta farið í sitt frí og þurfi ekki að hafa einhverja stórkostlegar áhyggjur. Þannig þjóðfélag vil ég sjá. En eins og það í dag verður maður bara að viðurkenna að það hefur bara farið á versta veg. Við erum að fara í vitlaust. Já, við erum að fara í vitlaust átt. Og þetta hefur ekkert með að gera. Ég man bara þegar ég sagði á tónleikum á menningarnótt eitthvað staðar fyrir einhverjum árum að ég greip tækifæri að því ég væri RÚV og skiliði kvótanum aftur. Þá kom til mín fólk sem sagði þetta áttur ekki að gera, þetta mun skemma fyrir þetta, þú mun missa vinnu þarna, þú fær ekki að spila þarna og skilurðu mig. En sko það alveg fráleitt kúgun í samfélagi því að Bubbi Mortens hefur mikla rödd í íslensku samfélagi. Já. En þetta ef hann getur ekki nota röddina, þá búið náttúrulega við eitthvað stjórnlausa skoðanakúgun. Já. En það ger ég það. Ég nota röddina og En þessi hugmynd fólksins að halda þú sér að meiða þig og skaða þig. Já, sko, það ekki fólkið, það fólk. Já, fólk. En það segir þetta við annað fólk sem að sko hefur ekki svona sterkar rödd að það telji sig geta sagt þetta og samt lifað af sko. En það sem að slær mig sko getuleysi stjórnmálamanna, þetta getuleysi, sofandaháttur ég veit ekki, þetta virkar á mig eins og þau hafi fengið sko móteitur. Þetta svo mikill sofandaháttur og það svo ömurlegt að horfa upp á hvað að gerast á Alþingi, þú kemur með fyrirspurn og þú mátt ekki spyrja. Ég meina, þú veist, hvaða bull þetta? Það eru alls konar beglur og skekkjur í samfélaginu að koma upp, það verið að endurrita rithöfunda, þú veist, þú mátt ekki segja þetta svona og það eru alls konar litli hópar, það svo mikið reiði og núningur og svo sitjum við uppi með eins og með laxeldið að það koma hingað auðkýfingar frá Noregi sem búið að vera að þjarma að þeir borgi alvöru pening fyrir auðin og auðlindina í Noregi, þeir koma hingað og þeir tína upp firðin okkar, þeir finna sér húskarla sem að fá bitlinga og peninga og þeir hirða þetta allt, þeir farið með þetta allt úr landi og þegar að þetta upp á borðum og að gerast, að þá stíga fram pólitíkusar og setja lög afturvirk til að tryggja einhverjum mönnum gæði í laxeldinu. Og það engin sem segir neitt og síðan þegar það kemur svo segir fólk eitthvað, það skiptir bara ekki máli sko. Já, það bara svo lis en sko eins og með kvótan þegar þú sagðir það síðan þú sagðir það að þá kvótakerfið bara versnað. Nú var Ísfélagið að kaupa ramma og að því kvóti fari ekki frá Siglufirði til Vestmannaeyja og frá Grindavík til Neskaupstað. Ég söng kvótan sko 1990 eitthvað
Þetta var bara versna síðan. Já. Og þetta var það sem maður sá fyrir og ég sá þetta með Laxeldi, ég skrifaði grein eftir grein, allt sem ég sagði hefur ræst, allt. Og meira til. Og síðan fáum við þessa skýrslu og þessi skýrsla hún bara Bram Stoker, Dracula bara, og þá Kitty Sleggja, gamli vinstrimaðurinn sem gengur og taglnýtingur Laxeldist manna, hann skrifa bara í Bæjarins bestu og reynir að þyrla upp einhverju moldviðri. Hvar annars staðar í heiminum hefði það verið látið líðast að fyrrverandi handhafi forseta embætti Íslands forseti Alþingis hann lappar úr stólnum og hálfum mánuði og stóllinn ennþá heitur eftir rassina þegar hann farin að vinna fyrir Normenn í sambandi við Laxeldi. Hvar annar staðar hefði þetta verið látið viðgangast og hann hefur aðgang á öllum pólitíkusum sem hann þarf á að halda, hann hefur aðgang inn í kerfið, ekkert vesel. Þannig að ég ætla að gefa Samherja samt plúsin fyrir það að vera með landeldi og Samherji bara á ekkert nema og bara hróskilið og sama það sem að gera í Þorlákshöfn vegna þess að það framtíð í fiskeldi en það ekki framtíð í sjókvíaeldi í fjörðum Íslands þar sem að Normenn að hirða allt sem þeir geta hirt og það bara einhverju brauðmála sem detta niður. Skömmu tíma og þetta ekki, vara sem þið framleiðið bara til þess að geta náð hámarksframleiðslu á skömmum tíma. Ekkert annað. Og skilur ekkert eftir. Nákvæmlega eins og Normenn komu í hvalveiðar á Vesturðum fyrir 100 árum. Ég má ekki tala þetta, ég þarf að hafa með hjartatöflur, Herðu, en þetta svona samfélagið okkar búinn. Já, og það menn mig ekki misskilja mig. Ég meina... Ég velta einu fyrir mig, því að þú veist, þú ólst upp í mikilli fátækt og það var munur, en það var ekki eins mikill Nei, og það var líka, kannski var það efnaðslega mikill munur á fólki og kannski var fátæktin erfiðari þar og náttúrulega foreldrar þínir og foreldrar mínir að þú veist, það var ekki sem að hjálpaði mæðrum okkar þrátt fyrir fátæktar sem byggum við og feður okkar voru fárveikir það var ekki sem gæti hjálpað þeim og þannig að það var eitthvað sem myndi skána þannig en eins og það líka þannig að það var styttra einhvern veginn á milli, það var líkara því að vera mögulega samfélagið okkar allra sem ég held að við séum einhver leyti að missa frá okkur, það séu stórir hópar sem að upplifa það að þeir eru bara ekki með Það eru stórir hópar sem eru ekki með Það þannig. Ég meina fá ekki vera með, aldrei yrta þá og ekki sens og þá þurfum við að skoða hver afleiðingin af því líka börnin og við erum með núna erum við með 20.000 innflytjanda sem að verða Íslendingar og munu verða í komandi árum verða þetta bara Íslendingar og bara þjóðfélagstegnar og allt þetta og ef þetta það sem í boði einhverju 100 skallar á mánuði þá erum við að fá bara bylgju af vandræðum, það verða vandræði og þegar að fólk horfir upp á ákveðna hópaði þjóðfélaginu sem verða svo ríkir að þú getur ekki talið peningana frekar en þú farir í Mývatnssveitin og leggist á bakið að vetri til og horfir upp í stjörnur himinsins og það er sama tala í gangi, þú getur talið og talið, þú nærð aldrei botni í þetta. Og hvað í gangi? Þurfa bara, ég myndi skilja þetta ef þeir væri að borga, ef þeir væri að borga tilbaka til samfélagsins, og þá ég að tala alvöru pening. Kannski bara svipað hlutfall og var gert 1960. Já, og ég meina bara svipað hlutfall og Normenn að borga í Laxeldinu að kvótin Gummi í Brim eða Samherja fólki ef allt þetta væri að borga alvöru pening tilbaka í samfélagi. Þetta brandari, hvernig þessu í rauninni, hvernig þetta sett upp. Og arðurinn þeirra svo gigantískur að hann þurrkar út þessa greiðslur hlæjandi. Þannig að þetta brenn ég enn alveg fyrir. Mér finnst þetta svo mikið óréttlæti. Mér finnst kvótin vera ein mesta svívirðing
Íslands sögunar, hvernig hann komst á fárra manna hendur og hvernig þetta hefur þróast. Ég fer ekkert ofan að því. En ég sama skap ég hérna, í Ameríku myndi segja, well, Mr. Mortens, you're a self-made man. Og hérna, Bubbi Mortens brand, ég bjó mig til þannig segja sjálfur, ég það sem ég vegna þess að ég reis upp úr og spilaði úr þeim spilum sem ég hef og hérna, þannig ég trúi alveg á einkaframtakið og ég langt frá því að vera mótfallin einkaframtakinu í þeim skilninginum. En það jafnaðarstefna ekki svo að allir verði eins. Nei. Það bara ekki þannig. Það ekki þannig. Það allir hafi bara og svo þetta sko, pabbi var jafnaðarmaður, Haukur Mortens var jafnaðarmaður, með þessi Emanuel Mortens var jafnaðarmaður, þannig að hérna en ég bara veit ekki í alvörinu, sko, svo erum við með En má ég spyrja þín því að við byrjum að tala svona einkalegt og nú þetta þannig pólitík og þú bara komin í ham. Já. Áttu ykkur svona, veist ekki alveg hvað að gera við þetta? Svona löngu þína til þess að hafa ykkur áhrif á samfélagið og svo Ég reyna að gera það í gegnum lögin. Já. Það þitt ekki. Já, ég reyna að gera það. Ég tala þetta á tónleikum, ég syng þetta og þar finnst mér ég hafa greiðastan aðgang, sko. Netið orðið þannig að ef þú setur eitthvað fram á netinu, þá bara þetta orðið slík ormagrifja og vitleysa og sko hvað þá fyrir skrifblindamann sem sko klukkutíma að skrifa það sem aðrir gera á 5 mínútum liggur við sko og hérna ég hugsa bara nei, stígði ekki inn þarna en ég held að ég geti og hafi alveg áhrif með mína tónlist og allt það en að sama skapi þá fer ég ekki ofan að því að hérna, ég öfunda engan að eiga pening og vinna fyrir peninginu sínum og allt það. Þá segi ég bara þeir sem eru ofsaríkir skiliði inn í samfélagið einhverju sem getur þá í rauninni hjálpa til og maður sem á segjum bara 30.000 milljónir fjölskyldan hans börnin hans og barnabörn, þau mun aldrei geta eitt þessum pening. Taktu þá eitthvað að þessum auð og setta hann inn í góð málefni, styrtu samfélagið og sjáðu til þess að samfélagið sé að fungera. Þetta finnst mér vera eðlilegt. Ég meina, við öll borgum skatta, en við erum ekki með 10 lögfræðinga á launum til þess að finna leiðir til þess að við þurfum ekki að borga skatt. Hvað þetta? Þetta bara hin hliðin á fíkn. Þetta bara fárveikir fíklar. Eina sem að þeir hérna að hrjáða á sko fíkn í auð, fíkn í peninga. Svo aðri fíklar sem eru oxycontin og kókain eða brennivín. Það engin fucking munur á þessu. Þannig að það að vera að eyða tíma í það að reyna að komast hjá því að setja pening tilbaka í samfélagi og þú átt svo mikið pening þú mútt aldrei geta eitt honum. Hvað þetta? Og þeir sem að þú ert að taka dæmi af sem bara þeir sem eru auðugestur í Íslandi að þeir eru með kannski borgað jafn mikið hlutfall af tekjum sínum í skatt og hótelþernunar á Íslandshóteli sem voru í verkfalli til þess að eiga í matum mánu. Kannski 23-24% af tekjum sínum. Það er sama þú ert komin með þessi maður sem á 30.000 milljónir og með 25 milljónir á mánuði. Hann að borga sama hlutfall. Já. Þetta er bara... Og sko, ég segi bara, ok, hérna, ég held að við munum aldrei ná þessu kvótamáli tilbaka. Ég held að þetta sé töpubarátta með það að gera. En það sem svíður mig það að þegar þú átt svo mikinn pening að hann getur ekki, þú getur ekki eitt honum. Það er ekki séns og að þú skulir ekki, sko, við erum að sjá þó fordæmi út í heimi. Ég meina, við erum að sjá þess að ofsaríku menn, þeir eru að gefa bara 1/4 af auðæfum sínum í góð málefni, sko.
og segja bara, heyrðu, ég get ekki Stundum verið. til að komast hjá sköttum og svona, það svona alls konar svindl í þessu. Ég veit það ekki. En einhverju segir að þetta með kvóta sé tapað. Saga Íslands kannski að við erum hérna langt norður í Ballarhafi, í harðbílulandi, en við erum með þessi mið þarna fyrir utan. Og það margar aldir þá gátu Íslendingar í nýtt þetta og kom aðra þjóðir og nýtt þetta og það var byggð upp og Bretanskaga og Baskalönd og Austurströnd Bretlands og alls það er byggt upp svona. En svo þarf Íslendingar fara svona geta sótt sjóinn og velvæðingin byrjar að þá sjá menn að við getum búið til gott samfélag hérna ef við okkur tekst að nýta þessar auðlindir. Og svo hugsa menn, ef við getum ítt útlendingunum út úr fiskveiði lögsugunni og við getum dregið allan hann auðinn, þá getum við búið til bara gott samfélag. Og það var trú manna og Íslendingar fóru og börðust fyrir að koma landhelgin út í 3 mílur og 4 mílur og 12 mílur og 50 mílur og 200 mílur og þá komum við svona forseta til þess að byggja hér upp bara gott samfélag, þrátt fyrir harðbílið og kuldan og allt þetta. En svo klúðurum við aðeins þannig að það eru bara 5 eða 6 fjölskyldur sem eigið allt saman. Og eigum við að sætta okkur við það? Nei, þetta er bara, þessi saga gengur ekki. Nei, en hún er samt. Þetta er sagaðan okkar. Já, en við værum búin að vinda ofan af þessu. Það er ekki hægt lengur að vinda ofan af þessu. Ekki nema þá bara kollsteypa öllu í kerfinu. Það getum við ekki. Það getur orðið borgarastyrjöld. Vegna það er kannski eina leiðin til þess að laga þetta, það er bara borgarastyrjöld, skilurðu mig, en ég sé ekki fram að laga umhverfið er orðið samofið þessum óskapna. Þetta er svo mikill ógnar auður að þeir stjórna kerfinu. Já, við búum í þeirra landi. Við búum í vestu saminu. Ég get alveg samþykkt að áhrif þeir eru orðin þannig seinustu 10-15 árin að það hefur síast út í samfélagið að við í rauninni eigum ekki möguleika til að vinda ofan af. Og þá er spurningin, hvernig er hægt að fá þetta ofsa ríka fólk til þess að segja, heyrðu, við bara verðum að skila, og þá er ég ekki talað fyrst í daginn mikla, sem er ágætist dæmi. Ekki gólfi í íþróttahúsi. Já, ég bara tala alvöru pening, bara að renni í samfélag, alvöru peningur, að ef þú græðir 30.000 milljónir, að þá borgaru 35% af því bara út í samfélagið. Og þá væru við að tala aðra stöðu jafnvel á ríkissjóð og öðru. En síðan megum við ekki gleyma því, alveg frá því að Danir fundu upp þá snjöllu hugmynd að gera Hannes Hafsteinar ráðherra að gera hana sínu manni og Hannes Hafsteinn sá til þess að rétt fólk færi öllu sýslumannaembættunum allt Ísland færi á réttan stað og það hefur ekki breyst síðan, skilurðu mig, ekki neitt. En enn og aftur, eina leiðin til þess að reyna að hafa áhrif er að tala þetta, er að syngja þetta, er að benda á þetta. Og enn og aftur, ég vil trúa því að þú getur átt peninga og þú getur líka skammarlaust látið renna til samfélagsins. Það er það sem við gerum. Ef ég væri með einhverja lögfræðinga sem sætu hjá mér og segja að nú ætlum við að finna út leiðbubbi til þess að þú þurfir ekki að borga svona og svona mikinn skatt vegna þess að það bara kemur ekki til greina. Ég glaður borga mín 35% eða hvað sem það er sem að ég hefa tekjum og ég er bara sáttur við það. Mér finnst það eðlilegt, en mér finnst óeðlilegt að ríkasta fólk Íslandssögunnar, ríkar en Snorri Sturluson og var þó erfitt að reyna að jafna það út að þú getur ekki borgað. Hann hafði 600 kálfa á beit í túninu til að skrifa það. Já, segðu. Það var svo ríkur. Já, hann var ofbóðsríkur. Og ég mun aldrei hætta að tala hvað mér þykir kvótakerfi mikið óréttlæti og sama með laxeldi. Mér finnst nefnilega laxeldið í rauninni vera endurtekning. Það vegna þess að þú sér hvað er að gerast núna, að þegar að normenn eru búin að komast í fyrir, þegar að þeir eru búin að ná klónum utanum
þennan gigantíska auð sem íslenski firðir bjóða upp á í sambandi við sjókvíaeldið að þá kemur þessi skýrsla. Þessi skýrsla kemur svo seint að það er ekki hægt að vinda ofan að þessu. Það eina sem er hægt að gera er að segja, já, nú er þetta svona, en þetta má ekki samt vera svona í framtíðinni. En það þýðir sem sagt ósnertanlegt. Bara vestfirðir og austfirðir. Og þegar að þáverandi sjávarútvegsráðherra kemur fram í fjölmiðlum og segir að það þurfa að bjarga Vestfjörðunum og þegar að það kemur fram og ógildir mats- og umhverfisstofnun matverra á því að laxeldi væri ólöglegt í rauninni, þau hefði ekki farið á lögum og þyrftu að sækjum aftur. Og þá stígur hann fram og segir við þurfum að bjarga Vestfjörðum og hver er niðurstaðan? Það er bara hálfum mánuði seinna, þá er búið að setja lög og þau eru afturvirk. Og hver var þessi björgun á Vestfjörðum? Að það koma norsk verksmiðjuskip siglandi og það koma flugvélar með erlenda farandverkamenn sem að fljúa svo vestur og fara borð í skipin. Þar sjúga þeir upp fiskinn og kvíanum og slátra honum og sigla í burtu. Með arðinn. Þó svo að 40-50 manneskjur hafi tekjur á Vestfjörðunum og þau fá hafnagjöld. Við erum að tala milljarða. Ég þóla þetta ekki. Herðu Bubbi, það er gaman að hafa því milda Bubba og sátta Bubba og reiða Bubba. Já, allavegna ástríðu Bubba. Já, það vantar ekki. Já, ég held að það skipti máli og ég held einhvern veginn verði við Gunnar Smári þrátt fyrir allt að þá verðum við að geta staðið keik og sagt við viljum réttlæti og samfélag þar sem að allir geta haft það ágætt og ef það verður ekki þá verður alltaf slagur, það verður alltaf reiði, það munu alltaf verða börn sem lenda undir og það verður líka bara ofbeldi því að ofbeldi vex á það er bara skekkja í valdarhutföllum og þannig að ójöfnuður getur af sér svo mikinn sársauka og óréttlæti og bara er heilbrigðisvandamál. Þetta er orðið heilbrigðisvandamál. Þannig að við ætlum að búa í heilbrigðu samfélagi með heilbrigðu fólki að þá verður við að vinna hugsaðu nú bara það ef Samherji myndi segja, herru, ég ætla að setja 10 milljarða í Landspítalann. Samherjar, menn, heyriði þetta? 10 milljarða í Landspítalann. Gummi Brimmundi segja, herru, ég ætla að setja 5 milljarða í Landspítalann. Skilu, þarna voru komin 15 milljarðar. Það myndi ekki vera högg á vatni. Setja þetta í heilbrigðiskerfið úr því og ef þú getur það? Já, nei. Ég ætla nefnilega að þegar þú nefndir með hvað það væri óheyrilu upphæð og nefndir 30.000 milljarða sem eru þessi tveir menn eiga svona mikið penning og ef við segjum bara að við myndum bara setja 1 milljón á dag til þess að reyna að skilja hvað þetta er mikil peningur 30.000 milljarðar þá er þetta geða okkur 82 ár að komast út skilur þú, þannig að það er ekki þetta er svo óverulegar upphæðir að það er engin leið til þess ég er að segja þetta, farðu bara og leggst á bakið á Mývatni og reynda að telja stjörnurnar og þú ert samt ekki nær þessari upphæð Þetta er það sem að samfélagið okkar framleiðir, það er þessi ógnarauður hjá örfáum mönnum sem að liggur þar ónýttur algjörlega og svo má spyrja líkistur hafi ekki vasa það er ekki með bankahólf og dauðinn er að mínum mati endanlegur og trúa menn því að ef peningunum þeirra er fyrir komið eitthvað staðar þar sem enginn getur snert þá nema þá nánustu ættingjar að það sé framhaldslífið er það framhaldslíf þeirra skilurðu mig af því að það sem mér er óskiljanlegt ég skil vel að menn vilja eiga pening það er bara ekkert af því en ég skil ekki hvernig getur þú sofnað og átt svona mikinn pening og þú tímir ekki
að setja eitthvað af þessu inn í samfélagið. Tími ekki að búa í góðu samfélagi. Þú vilt freka vera ríkur í vondu samfélagi. Já, sko, þeir finna ekki fyrir því. Að vera aðeins minna ríkur en búi í en ég held í alvörinni, ég held að fólk hafi enga skynjun. Þeir búa náttúrulega ekki í sama samfélagi. Sko. Það er bara þannig. Og þeir nota ekki einu sinni sömu mynt í að gera upp fyrirtækin sín og annað, skilurðu. Þeir eru að nota erlenda peninga og þeir búa ekki í þessu samfélagi. Nota annað heilbrigðiskerfi, annað menntakerfi. Já, það er staðreynd, skilurðu mig. Og það getur vel verið, skilur, og þú getur réttlætt fyrir ég keypti gamlan togara, skilur, og gerði hann upp og dugnaði og allt það og því líkt. Það er nú 40 ár síðan að voru að skrapa þetta helvítis millidekk í Hafnarfjörðuhöfn. Þú getur ekki ennþá verið að stæra það á því að þú sett hardworking men og self-made men. Ég kynntist alla ríka og við erum bara ágætisvinir og hann vaknaði 6 á morgnana og ég fór stundum rúnt með honum í gamla reynsarhóðunum, eða nýja, og þá keyrðum við út Öskuhauga og þá talaði hann við flotan í svona gerfinattsíma og fekk að vita og hvað verið gangi. Svo keyrðum við niður í frystihús, kallinn fór úr bílnum, labbaði inn í frystihúsið, hann heilsaði hverju einustu konu með nafni, öllum, í frystihúsinu, öllum. Þegar það var búið, þá kaffibolli, svo farið aftur og hringt, svo lagði hann sig, svo fór hann aftur niður í frystihús, svona var allur dagurinn hans. Og þegar að vel gekk hjá fyrirtækinu, þá fengu allir í samfélaginu sem var Eskifjörður að njóta þess. Það munur náttúrulega, hann verður ríkur í samfélagi þar sem að hann er höfðingi meðal manna í þorpinu. Já. En síðan þegar kvótakerfi kemur, þar sem þú getur tekið kvótan og farið með eitthvað annað. Já. Þá ertu ekki tengsl, þá er ríkimæðurinn ekki tengslu við samfélagið. Nei. Hann þarf ekkert að heilsa neinum, hann er ekki að muna nafni á neinum. Nei. Sá sem að taka ákvörðunum að þessi verið rekin og þessi hann hefur aldrei síða þetta fólk. Nei, einmitt. Það er náttúrulega bara þessi ómennska og en þá erum við komin að orðinu siðrof. Já, þetta er bara siðrof. Það er málið. Þú býrð ekki til gott samfélag í slíku, umhverfi, þar sem ákvarðanir og teknar í fólki sem að þekkir engan. Ennþá Eskifirði er þetta í heiðri haft. Steini í Eskju hefur búin að vera þarna, hann var hægri hönd alla, hann var skipstjóri á alla, hann er ennþá í þorpinu með bræðsluna, með fyrirtækið og ennþá nýtur þorpi góðstæði sem er að þetta bara alveg stórkostlegt. Svo kemur önnur kynslóð og þetta er þess fólki á Snæfellsnesi trúði því að þeirra útgerðarmenn að því að þeir voru svona aðeins minni og höfðu þessi tengsli þorpið, en svo náttúrulega er það að rakna bara upp, hægt og bítandi kemur önnur kynslóð og þannig að þú veist, kerfið sjálft er svo andlislaust og grimt. Og þegar að þú ert komin með þegar þú ert ekki lengur í þorpinu, heldur eftir í útlöndum, eða þá að þú ert farin að reka fjölmiðil eða verslanir eða prentsmiðjur eða hvað sem það er. Kaupa banka. Já, eða eitthvað svo list, þá er þetta engin tengsl þar. Nei. Þetta er vandamál okkar. Þetta er vandamál. Þá er nú gott eiga gítar og 6 strengi bara og þau eru ekki að hafa ágjör að þessu. Herðu, Bubbi, takk fyrir að koma hingað. Já, bara gaman að vera með þér. Sömuleiðis. Herðu. Ágætu hlustendur, takk fyrir að staldra hérna við Rauðaborðið og hlusta á tal okkar. Ég bendi ykkur á að þið geti hjálpa okkur við að byggja upp dreifikerfi samstöðurinnar. Það er gert með því að læka síðurnar á Facebook og YouTube og deila efninu eins og þessu þætti, því víðar sem að fer, því öflugur að vera dreifikerfið okkar. Þið sem vilja hjálpa okkur að byggja upp samstöðuna geti gert það með því að ganga í alþýðufélagið á samstöðuna og samstöðuna þar landi eini fjölmiðillinn í landinu sem er í eigu lesanda, áhorfenda og hlustenda. Og ef þið viljið eiga fjölmiðil, gangi í alþýðufélagið. Takk fyrir og góð helgi.